besta handboltalið Íslands. Sagan löng og glæsileg og árangur hér heima og í Evrópukeppnum stórbrotinn. 7 karlalið hafa verið tilnefnd sem besta handboltalið Íslands. Í lokin stendur aðeins 1 uppi sem það besta. Nú hefst handboltalið Íslands. Árið 1991 sneri Alfreð Gíslason aftur til KA eftir atvinnumennsku í handbolta. Hann var ekki einungis þjálfari og leikmaður meistaraflokks karla, heldur einnig framkvæmdastjóri félagsins. Alfreð gjörbreytti handboltanum á Akureyri. KA-lið 96 var ógnvænlegt. Ég held að það sé kannski besta orðið til að lýsa þeim. Alfreð Erlingur, þeir voru alltaf að spila þá tíma og þetta var hörku mannskapur. Leo á línunni, Jóhann Gunnar í horninu og þessir KA-strákar sem voru með stórt hjarta fyrir félaginu, síðan svona eitt vanmetin leikmaður, Erlingur Kristjáns. Patti var náttúrulega handaför eftir hann sko, lengi og svo náttúrulega Dúra Nóna var náttúrulega bara eitthvað allt annað level og náttúrulega þessi vöðvaþræðir í þessum kúpumönnum náttúrulega bara eitthvað allt annað element. Og ég myndi segja best að ekki svona hálfatvinnulið sem Ísland hefur átt. Það var mikið í þetta lagt, þetta var dýrt lið í raun og veru og ég held að sé ennþá að borga brúsan þarna fyrir norðan. Árið 1996. Þetta hefur verið mitt atvinnutæki í 8 ár. Undir stjórn Alfreðs Gíslasonar vaknaði geysilegur handboltaáhugi á Akureyri og var fullt út úr dyrum á flestum heimaleikjum liðsins. Jóhann Ingi Gunnarsson þekkti vel til Alfreðs. Ég náttúrulega upphaflega að teka hann inn í yngri landsliðin. Ég hafði heyrt þessum gutta fyrir norðan. Hann var sterkur og stæðilegur og ég sá það, hann var svo bara náttúrulega sterkur. Ég held ég hef aldrei látið hann lyfta til dæmis. Hann þurfti þess ekki, hann var bara svona sterkur. Ólafur, gefur á Alfreð og Alfreð með skótumir! En hann var mjög námsfús, ég man að kunni ekki alveg að finta þannig í kendunum svona ákveðna við kallum pólska fintan. Svo frétti ég að mörgum ára seinna þá hafði hann farið heim og æft heim í stofu. Og foreldrarnir hringdu í mig sem hann væri búinn að rústa allri í stofunni. Þegar hann var að finta pappa sem búrur kvöld eftir kvöld. Fæddist ekki með hæfileikana en æfði vel og byrjaði seint. Og í rauninni með að hvað hann byrjaði seint, það var ótrúlegt hvað hann var góður og náði miklum árangri, ekki bara hér á landi, heldur erlendis líka. Hann náttúrulega bara gjörbylti handboltanum. Hann náttúrulega var klókur og náði til sín góða leikmenn. Plús það að hann náttúrulega færasti þjálfari sem við höfum átt. Hann reif upp bara allt bæjarfélagið, myndi ég segja það. Það var allt þarna á hvolfi þegar hann var og allir með og allir að fylgjast með. Mjög erfiður heimavöllur að koma á fyrir önnur lið og það það sem Alfreð býr til að næra að búa til mikla samstöðu kringum sig og það það sem gerist hann. Hann hafði náttúrulega mikið að gera á þeim tíma, hann var í mörgu öðru og ég meina hann var með þarna veitingastæðin Pollinn og hann var að vinna hjá tryggingamiðstöðinni, síðan var hann með líkamsræktarstöð og stóra fjölskyldur svo það var nóg í gangi hjá kallinum. Hann tekur hingað til lands Julian Dúra Nóna sem var náttlaus og gerir hann Íslands ríkisborgara. Það var algjör lykilatriði fyrir KA með Dúra Nóna í skyttustöðinni sem var náttúrulega kom þarna eins og bara sending af himnum. Þegar Dúra Nóna kom þá var hann ekki búinn að spila handbolta í 1 ár eða 1,5 ár og ég held hann hafi verið að vinna sem dyravörður á diskotek í Argentínu. Ég man vel þegar hann kom fyrst þarna á æfingarnar að hvað var í skelfilega slöku formi og ég man það að maður var efins allan undirbúninginn en síðan kom fyrsti leikur í höllina á móti KR
og eftir þann leik þá held ég að allir þessi efi hafi horfið. Hann var með 13 mörk og 14 af 15 skotum og langbesti maður allar í þessu. Ég man alltaf bara að maður gat aldrei nálægt í að stoppa hann í einu en einu. En auðvitað vantaði hann kannski handboltaskilning og allt það en físísk handbolti var eins og brennubolti í höndunum. Árið 1995 hampaði KA fyrsta bikarmeistaratitlinum í sögu félagsins eftir ótrúlegan úrslitaleik gegn Val. Stemningin í Laugardalshöll var einstök. Einn leikmanna KA, Patrekur Jóhannesson, vildi ekki vera minni maður en stuðningsmenn KA og ákvað fyrir leikinn að lita hárið í KA-leikjunum. Það getur vel verið. Ég hafi bara, þetta var þannig, já. Ég ætlaði að lita það einhvern veginn og það bara örugglega varð einhvern veginn fjólublátt eða eitthvað og ég var að taka það allt af og ég meina, ég er mjög ánægður með það. Þetta er það sem ég nótt í dag og er bara sattur. Patrekur. Og hann skorar! Patrekur Jóhannesson ágreinilega skorar þetta fyrir KA-menn. Það var þetta sem var svo sérstakt fyrir KA. Það var þessi ótrúlega stemming sem myndaðist í kringum þetta lið. Árið 1996 mætti KA-liðið Víkingi í úrslitaleik bikarkeppninnar. Freyleifur. Og Árni mjög atkvæðavíktitt og glæsilegt mark hjá Árna Freyleifur. Skot og í skönginni 6 mark hjá Duranóna. Og Freyleifur og Birgir að vera í gegn og Birgir Sigurðsson rífur sig hér í gegn í vörðina. Duranóna, hann með skot og þetta er meistarverk. Það að komast 3 mörk niður núna. Patrekur og Jóhann Gunnar og Jóhann í gegn og skorar. KA-menn eru hér komnir með vísifingurinn á bikarinn. Knattspyrnufélag Akureyrar bikarmeistari í handbolta 1996. Hér kemur Erlingur Kristjánsson og lyftir bikarnum. KA-menn voru ekki hættir þegar þeir höfðu tryggt sér bikarmeistaratitilinn annað árið í röð. Þeir urðu einnig deildarmeistarar í fyrsta sinn í sögu félagsins. Það má segja að hinn raunverulegi úrslitaleikur hafi verið síðari leikur KA og Vals á Akureyri. Patrekur Jóhannesson tók vítakast nokkrum sekúndum fyrir leikslok og vippaði yfir Guðmund Hrafnkelsson markvörð Vals. Hvernig dettur í hug að vippa yfir Guðmund Hrafnkelsson á loka sekúndum? Alfred sagði mér að skjóta fast í horninu einhvers staðar en hann kom svo framalega yfir að það var ekkert annað að gera og vinna tíma líka eins og Biggi Sig sagði þetta árið líka. Í úrslitakeppninni komst KA í krappan dans gegn Selfossi en tókst að lokum að komast í undanúrslit. Duranóna var óstöðvandi og skoraði 11 mörk í oddaleiknum á Akureyri. FH-ingar voru auðveld bráð fyrir KA í undanúrslitum og þurftu norðamenn aðeins 2 leiki til að slá Hafnfirðinga úr keppni. Enn og aftur voru Valsmenn mótherjar í úrslitum. Tap í úrslitum Íslandsmótsins árið áður var KA-mönnum í fersku minni. Dagur á senna að skjóta, í gegn og Og þegar þeir töpuðu úrslitaleiknum á Hlíðarenda, þá er það 3. skipti sem hann lendir í öðru sæti og þegar hann í viðtalinu við mig og þá segir hann, Sigmundur, ég kom ekki hingað á Hlíðarenda til að sækja þennan pening. Ég sagði nei, ég ger mig grein fyrir því og hann tók hann og henti hann. Hann bara flaug upp í árandabekki. Árið 1996 voru KA-menn staðráðnir í að ná Íslandsmeistaratitlinum úr höndum Valsmanna. Eftir tap fyrir sterku liði Vals í fyrstu 2 viðureignunum var komið að 3. leik liðana á Akureyri. Jóhann Gunnar, Duranóna upp í lofti með skot. Duranóna skorar, rífur á lækki sig. Erlingur á miðjunni, Duranóna. Duranóna lyftir sér upp með skot og skorar. Nú hann farin að fagna þess að hefur verið að gera. Atli Þór Samúelsson. Og Atli Þór reyna að fara í gegn og gerir það og skorar. Atli Þór Samúelsson skorar hér. Tíminn er búinn. 28-26. Ég man alltaf, ég skildi aldrei okkur eins og Duranóna sem var svona 30 kíló þyngri en ég og massari Þannig að ég geta farið í gegnum með hvenær sem hann vildi Og mér fannst þér alltaf eiga að vera betri en við. KA gat jafnað einvígið í 4. leik liðana. Leikurinn fór fram fyrir troðfullu húsi í Laugardalshöll. Og Duranóna, hann
Snöggt. Og Ólafur Stefánsson stelur boltanum af Valsmönnum, af KF-mannum og Valsmenn koma 4 og Jón Kristjánsson skorar. Þá koma KF-menn, geta þeir þetta ennþá. Það eftir ennþá 21 mínútur tæp. Patrekur með skótamark. Patrekur skorar hér glæsilegt mark. Hilmar, Dúramanna. Og hann með sendingin á Björgvin. Og Björgvin Björnsson skorar fyrsta mark sitt í leiknum. Erlingur, Patrekur og Guðmundur Hrafnkelsson. Guðmundur Hrafnkelsson. Og það tryggist alveg salurinn. Íslandsmeistarar á 1996 eru Valsmenn. Þegar Alfred Gíslason gekk til liðs við KA braut liðið blað í sögu handboltans á Akureyri. Árið 1995 varð liðið bikarmeistari í fyrsta skipti og endurtók leikinn ári síðar eftir glæsilegan sigur á Víkingi í úrslitum. Sama ár varð liðið deildarmeistari en tapaði fyrir hinu geysisterka liði Vals í úrslitum Íslandsmótsins. Árið 1997 hömpuðu norðanmenn svo Íslandsmeistaratitlinum í fyrsta skipti eftir sigur og afturrætingu. Lið KA er eitt af þeim bestu. Frábært lið en þeir strönduðu á Valsliðinu í úrslitunum sem að kannski allir við verðum ekki að kalla þá sterkasta félagsliði sem hefur ekki náð að verða Íslandsmeistari og þetta er lið sem að hefði eiginlega á hvaða öðrum tíma sem er þetta lið sem að hefði rúllað upp hvaða móti sem er á Íslandi. Það eru fullt af góðum liðum sem hafa verið gegnum tíðina og erfitt fyrir mig að svara því en auðvitað bara segi ég það sem ég var með KA. Ef að þessi peningur eins og var settur í á þessum tíma, ef að þessi stóru klúbbar hérna væri tilbúin að fara svona, að þá er ótrúlega auðvelt að komast aftur í þessu stöð að vera topp 8 í Evrópu, en það þarf þor. Draumaliðið mitt er Guðjón Valur í vinstra horninu. Ég er vinstra megin. Dagur er á miðjunni. Óli Stefán er á megin. Valdi Gríms í horninu. Geir Sveins á línu. Markinu sem er Þröstur. Erlingur skipti við Ólaf Örn og svo Kristjáns. Þannig að draumaliðið.